vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syng þér lof, halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú drottinn minn. Syng halleluja, kom þú drottinn minn. Kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, kom drottinn Jesus, drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Syngjum þetta saman. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvel mér hjá, vil vera nærri þér, vil vera nærri þér. Þú hinn hæsti, dýrðin þín, þú hinn hæsti, krýndur þú konungstig. Dýrðin þín, þú hinn hæsti, dýrðin þín, þú hinn hæsti, krýndur þú konungstig.
þessi söngur er fyrir alla þá sem að berjast við sjúkdóma og þetta fyrirheit Drottins að hann læknar öll þín mein. Það segir í Mósebókunum að hann Drottinn græðari þinn. Það segir í Matteus, hann bar sjálfur mein vor og hann bar sjúkdóma voru. Í orðskvöðunum segir að orð Guðs eru líf þeirra, öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Og undan því versi þá segir að við eigum ekki að láta þau orð víkja frá augum okkar. En vandinn sá að það eru mjög fáir sem fara eftir því. En þetta var heilræði Davíðs til Salómons að láta ekki orð Guðs víkja frá augum þínum, varðveittu þau innst í hjarta þínu, því að þau eru líf þeirra, öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þinn. Halleluja. Amen. He's all out this season. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. He heals all our diseases, and we praise His name. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. He heals all my diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory. His blessings fall on me. His blessings fall on me. His blessings fall on me. He heals all our diseases. He's gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. His blessings fall on me. His blessings fall on me. Það segir í þessu versi að í einni þýðingu að orð Guðs eru meðal fyrir allan líkama okkar. Þegar við tökum meðal þá bíðum við eftir að það virki og við höfum trú á því að það virki. En hvað með þetta?
ég sá að við þurfum að koma aftur á þann stað vegna þess að það var svo tíðin og við upplifum það ofta að við biðum fyrir sjúkum og það virkar ekki. En Jesús sagði, og þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera með ykkur? Hann sagði við mannin sem sagði svo við hann, ef þú getur, sagði hann, sá getur allt sem trúna hefur. Og það einmitt það sem að orð Guðs og lofgjörðin til Guðs gefur okkur, það trú á hann. Og þess vegna þökkum við þér bara, Faðir, fyrir þá sem þú hefur læknað í dag. Við þökkum við fyrir snertingu heilags anda. Við þökkum við fyrir að þú ert raunverulegur hér á meðal okkar. Og við gefum þínu nafni alla dýrð. Amen. Amen. Þá höldum við áfram í fyrsta Jóhannesarbréfi. Mér langar aðeins að miðla með ykkur að ég og Dísa töluðum við Pakistan í gær, töluðum við trúboðsstöðina þar og við fengum að tala við fjölskyldu sem að við vorum að gefa nýtt líf. Og þetta kona sem búin að missa mannin sinn, hún á 5 börn. Þau eru sennilega orðin 17, 18, þau elstu, ég veit ekki, 10 og niður í 8 ára eitthvað svona. En hugsið ykkur, það er enginn af þeim sem kann að lesa og þau eru búin að vera þarna, börnin eru held ég fædd þarna og þeirra líf var án vonar. Það var eiginlega engin von fyrir þau. En vegna þess að við tókum bara trúarskref einn sunnudagi hérna, að þá kom inn það sem þurfti til þess að kaupa þessa fjölskyldu lausa. Það kom líka inn, ég setti þetta á Facebook, og ég þakka bara öllum sem tóku þátt að það þurfti ákveðna upphæð til að leysa þau lausa, það voru $1700, síðan þurfti $500 til $700 til að koma þeim í húsnæði og hjálpa þeim á stað með einhvern atvinnurekstur þannig að þau verði sjálfbær. Og mér finnst þetta svo yndislegt að fá að taka þátt í þessu. Og þetta er ekki eina fjölskyldan, þær eru orðnar það bil 50 og hann hefur verið að setja inn á netið og hann staðfesti við mig í gær að allar þessar fjölskyldur, þær eru á góðum stað, börn komin í skóla og fjölskyldurnar eru orðnar sjálfbærar, þær geta séð fyrir sér sjálfar. Og mér finnst þetta svo frábært að bara fá að taka þátt í þessu. Margar þjóðir eru að eyða $milljörðum í að flytja fólk á milli landa. Þarna kemur bara Guðs hönd inn og hann hjálpar okkur að hjálpa trúsyskinum okkar til þess að byrja nýtt líf í sínu heimalandi. Og það er bara það rétta og það er það yndislega. Amen. Takk Jesús. Segjum bara takk Jesús fyrir þessa fjölskyldu og við þökkum þeim fyrir það að við fengum að eiga þátt í að gefa henni nýtt líf og nýja byrjun. Við erum komin í 3. kafla í Jóhannesarbréfinu og Jóhannesarbréfið, það er skrifað í fyrsta lagi þess að fögnuður okkar sé fullkomin, öðru lagi þess að við syngum ekki, 3. lagi til að vara okkur við falskennendum, 4. lagi til að við vitum að við höfum eilíft líf. Þetta eru svona stoðirnar til þess að fögnuður okkar verði fullkomin.
Amen. Þannig ef þú lest þetta bréf þá getur fögnuðu þinn orðið fullkomin, segir Jóhannes. Og Jóhannes hann skrifaði þetta bréf, sennilega 90 eftir Krist. Jóhannes var lærisveinninn sem Jesús elskaði. Jóhannes líka sá sem skrifaði Jóhannes Guðspjall og hann skrifar þetta á þessum tíma til þess aðalega að vara við villukennendum sem voru komnir inn. Og við sjáum svo vel þegar við lesum þetta bréf hvað það snýst. Sumir afneituðu því að Jesús hefði komið í holdi. Og það voru alls konar ruglkenningar í gangi. Og því miður virðist það vera líka í dag að fólk á erfitt með að halda sér við það sem við heyrðum frá upphafi. Jóhannes hann talar aftur og aftur að við að halda okkur við það sem við heyrðum frá upphafi. Það eru orð Jesú Krist, það kenning postulana. Við ekki að hvika frá því. Og mér langar að byrja aðeins þar sem við enduðum síðast. Það var einn punktur hérna sem mér langaði að koma að. Það í sambandi við smurninguna, það vers í öðrum kaflanum, vers 20. Þá segir þér hafi smurning frá hinum heilaga, viti þetta allir. Svo í 27, sú smurning sem þeir fenguð af honum, hún stöðug í yður. Og þér þurfið þess ekki að neitt kenniður, því að smurning hans fræðir yður allt, hún sannleiki en engin lygi. Og ég veit ekki hvort þú pælt í því hvað þetta þýðir með þessa smurningu. Þetta ekki svona ilmolía, þetta ekki olía á bíl. Þannig að þetta táknræn merking fyrir það sem kemur inn í líf þitt þegar þú endurfæðist. Og reyndar 2. Korinthubréf, 1. kafli og held ég 20. versið, það útskýrir þessa ritningu. Við segjum alltaf að ritning útskýrir ritningu. Það segir, hvað það? Þetta nú ég á vitlausum stað, 2. Korinthubréf, 1. kafli, 21. versið held ég að sé. Það Guð sem gerur oss ásamt yður staðfasta í Kristi og hefur smurt oss. Hann hefur smurt oss, og svo kemur skýringin, hann hefur sett innsigli sitt á oss og gefið oss anda sinn sem pant í hjörtum vorum. Þannig að það andi hans sem smurningin. Og stundum fólk að tala það, þessi sé meira smurður heldur en hinn og allt það. En ég hlustaði á góðan biblíukennara sem útskýrði þetta vel fyrir mér og ég svo hjartanlega sammála honum. Hann sagði, ef að þú horfir á börnin þín og þau hafa mismunandi gjafir að þessi svona og hinn svona og þessi að starfa við þetta og hinn að starfa við þetta og það alveg sama þó einn sé öskunni og annars háskólaprófessor að þau eru öll jafn dýrmæt í þínum augum og hitt auka atriði hvað þau starfa, hvað þau gera. Þegar þau fæddust þá fengu þau af anda þínum og þau eru fædd af þínu sæði og þess vegna engin meira smurður í þínum augum heldur en hinn, sama hvað þeir gera. Það svo annað mál, hvað þau gera í lífinu. Og það eins með okkur börn Guðs að þessi smurning eitthvað sem við fengum inn í hjart okkar og þetta minnst að stundum vera svona eins og tölvuforrit sem að bara útskýrir fyrir okkur ritningarnar. Og það var það sem að mér langaði að koma aðeins inn á hérna, smurningin, hún fræðir yfir allt, hún sannleiki. Og það var eitthvað sem að ég ætlaði að segja síðast og glemdi því og ætla að koma með það núna í sambandi við þetta að þið munið að farísearnir, þegar Jesús sagði við á þið rannsaki ritningarnar og það gott vegna þess að ritningarnar, það vitna mig, sagði Jesús og þetta í 5. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli en þið viljið ekki koma til mín
og eignast lífið. Og það er einmitt það að hafa orðið í sér annað heldur en að rannsaka orðið. Það er eitt að lesa Biblíuna og þann boðskap sem í henni og það er annað að hafa meðtekið orðið og það er það sem Jesús á við þegar hann er að segja hold mitt sönn fæða, að við etum orðið, við tökum það inn, við látum orðið búa ríkulega hjá okkur og það er þessi smurning sem fræðir okkur allt. Það er þessi andi sem kennir okkur allt og sem sagt talar til okkar. Þannig að það er að hafa orðið í sér annað en að vita eða þekkja ritningarnar. Þess vegna getur þú farið í guðfræðideild í háskólanum og aldrei snert orðið. Þú getur lært allt orðið en orðið verður aldrei hluti af þínu lífi. Og málið að það sem Jesús vill með okkar líf að orðið það verði innra með okkur, líkam okkar á að vera musteri heilags anda, orð hans á að búa þar. Orðið á að búa þar og þá verður þetta smurning sem fræðir okkur allt. Og annar biblíukennari, hann sagði, má ég segja við ykkur, þið vitið allt. Og hann sagði, hvað eru margir hérna sem eru tilbúnir að rétta upp hendina og segja mér, ég veit allt. Og það var enginn. En hann sagði, á vissan hátt, þá þessi ritning að segja okkur að við vitum allt, vegna þess að þegar við höfum þessa þekkingu frá Guði, þá vitum við meira heldur en þeir sem halda að heimurinn, jafnvel þó séu vísindamenn, hafi orðið til af sjálfu sér. Og þá segja menn, já, ég ekki sammála, nei, þú þarft ekki að vera sammála, þú veist ekki betur. Ég veit þetta að það var Guð sem skapaði heiminn, ég samfærður það, hann skapaði heiminn, það verður ekki til af sjálfu sér og þess vegna á þann hátt veit ég allt. Ég hef allt sem Guð, ég hef alla þá þekkingu sem Guð vill gefa mér. Amen. Smurningin hún fræðir okkur allt, segir. Og þess vegna hafa orðið í sér annað en að vita eða þekkja ritningarnar. Og smurningin hún eins og forrit sem les úr upplýsingum. Og þá komum við í kafla 3, vers 1 og þá segir, sjá í hvílíkan kærleika, Faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn og það erum við. Vil ég segja með mér, og það erum við. Það erum við. Amen. Hver tilbúin að segja, eins og maðurinn sagði forðum, Kristinn Ásgrímsson, sonur hins lifanda Guðs. Það í lagi? Bersteinn, Ómar, sonur hins lifanda Guðs. Þetta svolítið framandi en þetta það sem þessi ritning að segja. Hann faðir okkar. En fólk hneykslast ef við segjum þetta svona. Það var bara einn. Nei, hann kallar okkur bræður. Og þá erum við líka synir. Hann kallar okkur bræður. Amen. Já. Þannig að andi Guðs býr hið innra með okkur. Við erum fædd af anda Guðs. Við erum Guðs börn. Og heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Og ég var að horfa á þetta vers. Heimurinn þekkir oss ekki. Auðvitað veit fólkið hver við erum. En það ekki það sem verið að tala Það þekkir ekki hver við erum í honum. Það þekkir ekki þetta að vera Guðs barn. Og ég man að ég var einhvern tímann út við bensíntank upp á Icelandair þar sem ég var að vinna og þar kemur maður til mín og hann hafði svona miðilshæfileika og hann var spiritisti og
Og ég segi svona við hann, jæja vinur, halleluja. Hvað segir þú hann? Halleluja. Það þekki ég ekki. Hann var alveg hreinskilinn með það. Það þekki ég ekki. Hann þekkti það ekki. Hann var ekki Guðs barn. En hann var leitandi og allt það, en hann var ekki búinn að finna þennan sannleika sem kemur þegar við iðrumst og komum réttu leiðina fram fyrir Guð. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Í fyrra Korinthubrefi 15:52, fyrra Korinthubrefi 15:52, þá segir að við munum á einu augabragði umbreytast og við munum fá sama líkama og hann. Og þá komum við á þann stað að við getum séð hann eins og hann er. Núna þá sjáum við hann bara í trú. Og Jesús sagði við lærisveinana, sælir eru þeir sem ekki sáu en trúðu samt. Við sjáum hann ekki með berum augum, en þegar við erum búin að fá okkar dýrðar líkama, þá munum við sjá hann eins og hann er. Og það er ekki orðið bert, það er ekki vitað, eða það er ekki orðið augljóst hver við verðum að því að við erum ennþá í þessum líkama, en þá munum við fá þennan dýrðar líkama og við munum verða eins og hann. Amen. Vers 3. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Og ég man að ég var með orð á kotmóti fyrir nokkuð mörgum árum og þá var ég myndið að tala út frá þessu vessi. Og við vorum að tala smurningu og fólk er að tala að sko, vá, hvað hann hefur mikla smurningu þessi og það bara læknast allir í kringum hann. Og ég var að segja það að minn punktur var sá að það væri meira atriði að vera hreinn heldur en að hafa það sem fólk kallar smurningu. Vegna þess að sem vélstjóri, vélvirki, að þá veit ég að þegar ég set saman vél, að ég get sett á hana olíu alveg rétt magn. Ég búinn að setja hana saman og nú ætla ég að fara að setja í gang, en ég hugsaði ekkert þrifnaðinn. Og ég þreif ekki olíupönnuna, ég skipti ekki síu, það var sandur í pönnunni. Það fyrsta sem gerist þegar að vélin fer í gang, að þá dregur hún inn, byrjar dælan að taka sandin upp og svo fer vélin í gang og svo keyri ég voða glaður og fer til Akureyrar og allt í lagi. En á leiðinni suður í Hvalfirðinum að þá allt í einu bræðir vélin úr sér. Af hverju? Hún var alveg nógu smurð. En málið var það að það skipti máli að hreinsa flötinn og allt sem við gerum á undan til þess að olían inni eins og hún ætti að vera. Og það er eins í Guðs ríkinu að Guð vill að við höfum hrein hjörtu áður en að hans olía og smurning fer að renna í okkar líf. Og þá er ég ekki að tala endurfæðinguna, ég er að tala smurningu heilags anda til þess að þjóna honum og vinna fyrir hann. Hann segir hérna í öðru Korinthubrefi, 7. kafla, við skulum lesa það. 2. Korinthubrefi, 7. kafli, 1. vers, ef ég man rétt. Þar við höfum þessi fyrirheit elskaðir, þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál, fullkomnum helgun vora í Guðs ótta. Við höfum ákveðin fyrirheit og við viljum framganga í trú og við þráum að sjá fólk læknast, þá bara hreinsum við okkur sjálf. Þá hreinsum við okkur sjálf af allri sörgun. Og það var eitt sem Jesús sagði við Pétur þegar hann vildi fá að þvo fætur hans. Ef ég fæ ekki að þvo þér, þá eigum við bara enga samleið, Pétur. Ég vil fá að þvo þér daglega.
og myndin af þessu í Gamla testamentinu var þegar æðsti presturinn gekk frá altarinu inn í tjaldbúðina, þá var eyrker þar á milli og þar gastu þvegið fætur og hendur. Og það var sem sagt, myndin sem Jesús dregur upp fyrir Pétur og lærisveinana, af því að þeir höfðu ekkert Nýja testamenti. Hann sagði að ef ég þvæðir ekki þá eigum við enga samleið, og prestarnir þeir þvoðu sér hendur og fætur. En sá sem laugaður hefur verið hreinn, sagði Jesús við Pétur, en eftir það vill Jesús fá að þvo okkur daglega. Og málið að það orðið kallað vatnslaug í Efesusbréfinu. Orðið vatnslaug, og ef þú hefur orðið innra með þér, þá orðið stöðu, það eins og ég sagði forrið, ef það kemur eitthvað hérna áhrind inn, þá kemur vírusvörnin og ýtir því í burtu. Að þannig virkar orðið í okkar lífi. Og það eitt annað með hérna, já, ég talaði við mann núna í vikunni. Hann hafði ekki farið í baðið 3 vikur. Og af hverju? Af því hann búinn að missa vonina. Og það einkenni á fólki sem að verður vonlaust að það þrífur sig ekki. Við sjáum það allt í kringum okkur. Að til hvers? Ég meina, hreinleiki tákmynd upp á mann sem hefur von, fyrirheit og stefnu. Þess vegna skiptir það máli að hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sig eins og Kristur hreinn. Amen. Síðan kemur hver sem syndrýr, hann fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til að taka burt syndir, í honum engin synd. Og syndin hún lögmálsbrot, en syndin hún kemur, ég man, þegar ég lifði í syndinni, þá þurfti ég ekkert að rembast við að synga, ég þurfti ekkert að rembast við að vera bölva eða blóta eða segja eitthvað sem var ljótt. Það bara flæddi. Og ég man einu sinni kom það óvart heima og mamma sagði, Kristinn, ég vil ekki heyra þetta. Og ég man ekki hverju ég svaraði, ég var nú svona kannski ekkert á þeim nótum að taka við því á þeim tíma, nema hvað að syndin okkur eðlislæg, mennirnir fæðast með eðli syndarinnar, en þar fyrir utan þá syndin lögmálsbrot. Og málið það að Rómverjabréfið segir í 3. kafla og 20. versi, 3. kafla og 20. versi, að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Fyrir lögmál kemur þekking syndar. Þó hún sé þér eðlislæg að þá eru svo margir sem hafi ekki hugmynd að þetta sé synd eða þetta sé synd, þetta er bara mér eðlilegt, þetta er bara minn lífsmáti. En svo kemur lögmálið og þá segir lögmálið hei, þetta ekki rétt. Og það sagt að hið sanna ljós kom í heiminn sem upplýsir hvern mann, að með þeir voru í myrkrinu þá voru þeir í lagi, svo kemur ljósið og lýsir okkur upp og þá eru hlutirnir ekki lengur í lagi, því að nú sé ég eitthvað sem ég sá ekki áður. Og lögmálið hefur sama tilgang að segja okkur hvað rétt og sýna okkur hvað synd. En samt syndin, hún okkur sem sagt eðlislæg. Allir sem eru fæddir út frá Adam, þeir eru fæddir í synd. En Jesús Kristur, hann kom til þess að taka burt syndir. Og svo kemur þetta, í honum engin synd. Þetta finnst mér frábært vers. Í honum engin synd. Og þess vegna snýst þetta bréf meira og minna það að segja okkur að við þurfum ekki að lifa í synd. Það eru svo margir kristnir sem segja, já, við erum bara syndaðir, frelsaðir af náð. Nei, við erum endurleystir, við vorum sóttir inn í
ríki myrkursins, segir Kólossubréfið, og við erum fluttir inn í annað ríki þar sem ljós, ríki Guðs, ríki hans elskaða sonar. Þetta Kólossubréfið 1:13. Við vorum frelsuð frá valdi myrkursins, flutt inn í ríki hans elskaða sonar. Þar engin synd ríkjandi. Þar Jesús Kristur drottinn og í honum engin synd. Og hann sá sem segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Og ef ég í honum, ætlar að kalla Jesúm Krist syndara? Nei, þú enga rétt til þess. Ég í honum, líf mitt fólgið, segir Kólossubréf, það falið í honum. Við lásum ef einhver syndar. Það var bara ef. Þá kemur smurningin, forritið, lýsir upp syndina, við játum hana og við erum réttlætt samstundis. Blóðið hreinsar okkur. Af því að við erum komin, Hebreabréfið segir, að við vorum færð á staðinn þar sem blóðið stöðuglega að hreinsa. Amen. Þannig að í honum engin synd. Vers 6. Hver sem stöðugur í honum, þetta kemur þetta áfram, syngar ekki. Hver sem syngar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Amen. Hver sem stöðugur í honum, hann í honum, hann syngar bara ekki. Þetta eins og að þú ætlar að setja spýtukubb ofan í vatnstunnu, hann flýtur upp. Ég meina, eðlans ekki að fara niður, hann flýtur upp. Og það eins með hitt. Ef þú bleytir hann í gegn og lætur hann kannski liggja í marga daga eða hvað það og gatar hann og gerir þetta gegn sósa, þá getur verið hann sökkvi. Og þess vegna það að þeir sem hafa vonina, þeir halda sér hreinum. Þannig að syndin hefur ekki vald yfir þeim. Amplified Biblían segir vers 6, enginn sem stöðuglega lifir í syndinni hefur séð hann, þekkt hann, meðtekið og skilið hann. Ok, þú getur sagt, já, ég alveg jafn trúaður og þú. Ok, þú þekkir ekki Jesú samt. Þú aldrei skilið hann. Þú veist ekki hvað þetta snýst. Þetta snýst ekki að fara í kirkju. Við hittum mann í gær þegar við vorum að kaupa bíl og hann sagði, já, ég fer í kirkju á jólunum. Já, ég í þessari kirkju. Og ég fer alltaf á jólunum. Ég held fyrst að hann væri svona virkur í samfélagi trúara. Nei, við förum á jólunum. Já, ok. Það gott ef þú vilt fara á jólunum, það enginn sem bannar það. En kristindómurinn snýst alls ekki það. Kristindómurinn eins og hjónaband. Og Jesús nær okkur heldur en maki okkar. Af því að maki okkar kemst ekki á þann stað sem Jesús kemst. Jesús, orði hans, smígurinn í innstu fylgsni, andar, sálar, liðamóta og mergjar. Það vel til þess fallega að dæma hugsanir og hugrenningar hjartans. Það gerir kona mín ekki. Hún dæmir ekki hugsanir og hugrenningar mínar. Það Jesús sem gerir það. En við viljum vera opin hvert fyrir öðru. En það bara Jesús. Þannig að þekkja hann eitthvað annað heldur en að fara í kirkju. Að þekkja hann að vera með honum, hafa búið með honum, hafa ferðast með honum, hafa unnið með honum, farið í skóla með honum og farið í frí með honum. Sjáðu, það sama hvar við erum í honum og með honum. Þannig að, enginn sem stöðulega lifir í syndinni hefur séð hann, þekkt hann, meðtekið og skilið hann, persónulega kynst honum. Synd eðlileg börnum djöfulsins en óeðlileg börnum Guðs sem geta ekki syngað án samfæringar andans. Og það virkar örugglega mjög svona neikvætt að tala börn djöfulsins, en það kemur aftur hérna fyrir þetta vers og ég ætla aðeins að bara að fást við það í lokin. Það segir, synd eðlileg börnum djöfulsins en óeðlileg börnum Guðs sem get ekki syngað án samfæringar andans. Þetta var vers 6. Börnum mín látið engan villiður sá sem ykkar réttlæti réttlátur eins og Kristur réttlátur. Og þetta eitthvað sem
má virkilega heyrast í dag. Sá sem iðkar réttlætið réttlátur eins og Kristur réttlátur. Ekki láta villiður. Jesús sagði, varist falsbámenn. Af ávöxtum þeirra skulu þið þekkja þá. Við þekkjum þá ekki af því sem þeir segja okkur, við þekkjum þá ekki af táknunum og undrónum, við þekkjum þá af ávöxtum þeirra að þeir eru annarkvort ranglátir eða réttlátir. Jesús Kristur, hann réttlátur. Halleluja. Hver sem synd drýgir, heyrir djöflinum til. Ok, ef þú ætlar að halda því fram að þú sért bara syndari, hverjum heyrir þá til? Ekki játa það sem að orðið bannar þér að játa. Ekki segja þú sért eitthvað sem orðið segir að þú sért ekki. Ef að Jesús Kristur fór og sótti þig inn í ríki djöfulsins og tók þig þaðan og flutti þig inn í ríki sitt, af hverju ertu þá að játa að þú sért ennþá inn í ríki djöfulsins? Það í sjálfu sér synd. Og þess vegna játum við ekki að við séum það sem við vorum. Hafirðu verið alkohólisti, þá varstu það. Þú ert það ekki. Ef þú ert endurfæddur, þá getur ekki verið alkohólisti. Það ekki hægt. Þú getur það ekki. Það útilokað. Gjörsamlega útilokað. Annarkvort ertu endurfæddur eða ekki endurfæddur. Og ég veit þetta hnexla sumir segja að alkohólismi sé sjúkdómur. Alkohólismi getur gert þig veikan. Það byrjar ekki sem sjúkdómur, það byrjar sem fíkn. Og fíkn, það getur líka verið fíkn í rangfenging gróða, það sjúkdómur. Fíkn í mat, það sjúkdómur. Og fíkn til að synga, það sjúkdómur. Nei, en það gerir okkur sjúk. Syndin gerir okkur sjúk. Þannig ekki játa eitthvað sem við erum ekki. Og svo segir hér að Jesús Kristur, hann birtist til þess að brjóta, til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins. Hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins, eyða og leysa okkur frá verkum djöfulsins, hvort sem það eru sjúkdómar, hvað það er. Jóhannes segir 10:10, þjófurinn kemur bara til að stela, slátra og eyða. Þjófurinn kemur til að stela, slátra og eyða, en ég er komin til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Amen. En verk djöfulsins, ég var aðeins að pæla í þessu, að þau hafa ekki breyst frá upphafi. Hvernig byrjaði djöfullinn með mannin? Jú, hann byrjaði á að blekkja hann. Hann byrjaði á að segja, ef þið gerið þetta sem Guð bannaði ykkur að gera, þá verður allt í lagi. Það eina sem gerist að þið munu verða eins og Guð. Og Guð vill, hann að halda þessu frá ykkur að þið geti verið eins og Guð. Og það hefur ekki breyst. Að djöfullinn í dag, hann reynir að hylja fagnaðarerindið fyrir mönnum. Hann reynir að fela það, hann reynir að breiða alls konar blekkingar, vefi utan það og meðal annars snýst þetta bréf, Jóhannesarbréfið það, að menn voru komnir í þessa villu, hina villuna, en höfnuðu sannleikanum. Og það það sem að, það verk djöfulsins að fá mannin til að hafna sannleikanum. Síðan segir í versi 9, hver sem að Guð fæddur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum, hann getur ekki syngað af því hann fæddur af Guði. Það getur þessu. Hvað þetta sterkt hérna aftur og aftur og aftur og aftur. Hann getur ekki syngað, hann getur ekki syngað, hann getur ekki syngað af því að Kristur, hann syngar ekki. Það ekki synd í honum. Það engin synd í honum. Ég meina, þetta kenning Biblíunnar. Ég veit ekki hvað við höfum lært eða hvað við höfum verið að hugsa. En það svo margir sem að
játa hið gagnstæða og hvernig getum við lifað sigrandi lífið þá? Ef við erum að segja að við séum ennþá á hinum staðnum. Hugsaður ef þú, tökum núna bara náttúrulegt dæmi, ef þú væri með krabbamein og það væri skorið í burtu og þú heldur, sem sagt þú nærð fullum bata og svo segirðu, já ég er með krabbamein. Nei, það er búið að skera það burt. Af hverju þetta játa á sér með krabbamein? Ertu ekki glaður að þú fékkst lækningu? En af hverju gera kristnir þetta? Ég er alkohólisti, ég er þetta, ég er syndari. Ég meina, þú ert nýsköpun í Kristi og Jesús Kristur hefur aldrei dottið í það. Ef þú ert í honum, að þá ert ekki á fylliríi. Hann er ekki á fylliríi. Hann er ekki í eiturlyfjaneyslu. Hann er ekki bundinn í fjötrum syndar. Jesús sagði, verið í mér, þá verð ég í yður. Ætlar að gera Jesúm Krist að alkohólista. Ætlar að gera Jesúm Krist að fíkniefna neytenda. Ég meina, þetta er það sem Biblían er að kenna hér. Hann getur ekki, hver sem að Guð er fæddur, drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syngað af því að hann er fæddur af Guði. Af þess er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem iðkar ekki réttlætið, elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Börn djöfulsins, það er svona sterkur, það er svona eitthvað sem að sker andrúmsloftið, að segja einhver sé barn djöfulsins. En það sem kenning Biblíunnar er þessi, ef við förum í Efesusbréfið 2. kafla og frá 1. versi til vers 5, þá kemur skýring á þessu. Efesusbréfið 2:1, þér voru einsinn dauðir vegna afbrota yðar á synda. Og dauður maður veit ekki eins og að hann er dauður, vegna þess að það er ekkert líf í dánarheimum. Sem þér lifðu í samkvæmt aldarhætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu. Hver er valdhafinn í loftinu? Það er Satan, það er djöfullinn. Og við vorum allir, segir ritningin, við lifðum allir undir hans yfirráðum og gerðum hans vilja. Anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Þannig að það er andi, segir Biblían, sem starfar í öllum vantrúðum. Það er líka andi sem starfar í öllum trúðum. Og við höfum ekki að rugla þessum öndum saman. Þetta er sitt hvor andin. Og ég fann þetta svo virkilega eftir að ég tók trú á Jesúm Krist og endurfæddist, að þeir staðir sem ég hafði sótt áður, það var allt annar andi þar inni. Það var allt annar andi inn í Glaumbæ eða Klúbbnum heldur en í Hvítasunnu-kirkjunni þegar ég kom þar á samkomu. Og eftir að ég endurfæddist, ég hef sagt ykkur það svo oft, að þá klíjaði mig við gömlu stöðunum af því að ég var búin að fá annan anda og hann bara blandaðist ekki við hinn andan. Ég vildi ekki fara á hinna staðina. Mér langaði ekki til þess. Mér langaði bara að fara þar sem Kristur var boðaður og þar sem var samfélag Jesúm Krist. Síðan segir, við lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum girndum vorum, þá lutum við vilja holsins og hugsana vorra. Við lutum vilja, við beygðum okkur fyrir vilja holsins. Ef Holdi sagði þetta, þá bara beygði ég mig og sagði já. Og ef þessi hugsun kom, þá var það bara allt í lagi, ég bara gerði það. Og þá vorum við að eðli til reiðina börn, alveg eins og hinir. Vers 4. En Guð er auðugur að miskunn, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra, af náð eru þér hólpnir orðnir. Hann endurlífgað okkur meðan við vorum dauð. Hann flutt okkur frá valdi myrkursins inn í ríkisins elskaða sonar. Og þar er ekki valdhafinn í loftinu. Hann hefur ekkert vald þar og hann fær ekki þar inn að koma. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem
iðkar réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Sá sem iðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, hann heyrir ekki Guði til. Og spurningin af hverju vill einhver vera barn djöfulsins? Af hverju? Ég bara næði ekki. Ekki þegar hann veit hver djöfullin Ekki þegar hann veit hvað djöfullin stendur fyrir. En samt segir ritningin að mennirnir elskuðu myrkrið meira en ljósið. Og því miður, þá virðast menn elska myrkrið enn þann dag í dag meira en ljósið. Og ég spyr, af hverju vilja menn vera fangar ef þeir geta verið frjálsir? Það blekking. Það beita sem lögð fyrir alla menn, eins og við beitum fyrir fisk, svo kipum við og þá hann orðið fangi. En málið að upphaflega þá erum við öll Guðs börn, síðan vorum við seld syndin á vald af því að faðir okkar Adam syngaði og eftir það voru allir sem útkomu frá Adam fæddir í synd. En samt hafa allir verið keyptir tilbaka. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn. Og ég var bara aðeins að hugleiða þetta og ég var að hugsa fjölskyldun okkar í Pakistan. Þau eru fædd í synd. Við getum sagt að taka þá mynd. Þau eru fædd í steinaveiksmiðju þar sem þau fengu ekki að fara út af því að faðirinn hafði selt þau eigendum steinaveiksmiðjunar á vald með því að fá lán og hafði síðan heitið því að vinna upp í skuldina. Og nú var hann orðinn fangi eigendana. Hann var orðinn fangi og börnin voru fædd inn í þetta líf. Alveg eins og allir eru fæddir í synd, að það voru þau fædd inn í þetta líf. En boðið kom fyrir þau að taka á móti frelsinu og hefði ekki verið einstakt ef þau höfðu sagt nei þegar var búið að kaupa þau laus. Þau sögðu ekki nei. Þau sögðu já og þau voru svo glöð, þau voru svo þakklátt að nú eru þau komin inn í, við getum sagt, ríki hans elskaðar sonar. Nú fá börnin að fara í skóla, nú hérna byrjað nýtt líf og nýtt tímabil framundan hjá þeim. Og þetta það sem Guð vill gera, að það eru börn Guðs, hann vill frelsa okkur frá börn djöfulsins eru börn þrælahaldarans, en við segjum þannig. Og þrældómurinn syndin. Þrældómurinn syndin. Ég man að það var svo oft sem ég gerði eitthvað sem ég ætlaði ekki að gera og vildi ekki gera, ég gerði það samt. Og svo var ég með, við segjum, móral á eftir. En af hverju gerði það? Af því að ég var þræll syndarinnar. Og það þannig með marga í dag að þeir eru svo bundnir. Það kom kona hérna inn fyrir samkomu og hún gat ekki hugsast þér að vera hérna. Hún var í sundarskóla hérna þegar hún var barn, en hún svo fjötruð í fíkn og áfengi, en ég trúi því að hún eigi eftir að koma. Amen. Ég legg hendur yfir hann í hvert skipti sem hún kemur hérna og bið fyrir henni. Og hérna, ég bara trúi því að hún eigi eftir að upplifa það að losna undan þræla herranum eða djöflinum, Biblían kallar hann djöful, og virkilega alkoholismin eða djöfullin harður húsbóndi, sá sem heldur okkur í fjötrum fíknar. Síðan segir, til að taka hérna 2 vers, því að þetta sá boðskapur 11, sem þér hafið heyrt frá upphafi, við eigum að elska hver annan, ekki vera eins og Kain sem heyrði hinum vonda til, myrti bróður sinn, af hverju myrti hann, af því að verk hans voru vond.
en verk bróður hans réttlát. Og hér komum við aftur af þessu verki djöfulsins, hann hatar réttlæti. Og við sjáum þetta svo vel í kringum okkur í heiminum í dag. Djöfullinn hatar réttlæti, djöfullinn hatar sannleikan, það er allstaðar lygi. Samfélagsmiðlar, fjölmiðlar, lygi. Og það er verið að segja að hið vonda sé gott og hið góða sé vond. Það er öllu snúið á hvolf og það er verk djöfulsins og þar eru börn djöfulsins að verki. Þau vita ekki að þau eru börn djöfulsins, hafa ekki hugmynd um það. Halda þau séu bara börn Darwins eða eitthvað, en málið er það að við vitum, og þess vegna er svo gott að vita það, að við eigum eilíft líf, vita það að við erum Guðs börn, vita það að við getum lifað laus frá synd og vita það að við getum lifað í fullkomnum fögnuði. Amen. Takk Jesús. Þannig ég ætla ekki að fara lengra í dag, en mér finnst þetta frábært bréf vegna þess að það segir okkur svo mikið. Þetta er skrifað til þess að við vitum. Þetta er bréf fullvissunar. Þetta er skrifað til þess að við vitum. Og það eru svo margir sem hafa byrjað kristna lífið og eru búin að missa fullvissuna. Þeir eru bara einhver staðar á milli og með alls konar, eins og var sagt í upphafi með gnostismann, að hann kom með alls konar svona hugmyndafræði í staðinn fyrir blóð Jesú Krist. Í staðinn fyrir þessa sönnu kenningu að þú verður ný sköpun í Kristi. Og það er málið að ef einhver tekur á móti Jesú Kristi, þá verður hann ný sköpun. Hið gamla verður að engu, sjá nýtt er orðið til. Amen. Og bara þakka þeim sem að horfa á síðun okkar, og segi bara, hafur ekki tekið á móti Jesú Kristi, að þá er tíminn til þess núna, hann kemur brátt og við getum bara beðið saman og ég segi bara, Drottinn, takka þér fyrir það, við mögum taka við þér núna, takka þér fyrir að þú fyrirgefur syndir okkar, takka þér fyrir að þú vilt flytja okkur frá myrkursins valdi inn í ríkið þíns elskaða sonar, og Drottinn, við erum svo þakklátt fyrir að þú skapaðir himinn og jörð og þú elskar okkur eins og við erum, og megi Guð blessa þig og varveita þig, og við viljum ljúka þessari útsendingu núna í Jesú nafni. Amen. Og þakka ykkur góða áheyrn hér. Snorri minn, gjör svo vel, ef þú vilt segja hvað.